Þá klöppuðu þetta inn, þátturinn byrjar, þáttur númer... Og er þetta ekki númer 60? Ég held þetta sé númer 60. Ég hef vel ekki hugmyndum. Ég ætla að gera ráð fyrir þetta sé númer 60. Og það er viðtal við engan annan forseta Íslands. Snorri Björnsson heiti ég, hérna með ykkur. Róðan bætist Guðni TH, eins og áður sagði, forseti Íslands í hópinn, en ég ætla að eigna mér hérna nokkrar mínútur með ykkur í einrúmi áður en hann blanda sér í umræðuna. Ég harma reyndar hversu mikið er að gera hjá Guðna TH þessa dagana. Ég hefði viljað halda honum í þessu spjalli miklu lengur og einfaldlega bara ánægjunar vegna. Mikið var gaman að ræða við hann og við ræddum líka allt í heiminum í rauninni. Til dæmis ævisögu Kára Stefánssonar sem að Guðni TH skrifaði í óþökk á sínum tíma. Þetta spjall beindist þetta töluvert að Kára og orðum hans kulnun í fjölmiðlum, af hverju hann fekk ekki fálkaorðuna 17. júní síðastliðinn og hvernig þeir Guðni grófu stríðsöxina eftir ævisöguskrifin sem ég sagði ykkur frá áðan með dinner í London hér árið. Við ræddum líka mat samfélagsins á hæfni einstaklinga og hvernig það fer með sjálfstyrst þeirra. Guðni sjálfur herjaði á sína styrkleika sem ungur maður og fann sig í lestri og skrifum, enda doktor í sagnfræði. En hann skilur ekki líkamlega heilsu eftir í skrifborðstólnum. Hann er með rúmlega 15 hálfmaraþon á bakinu. Nokkur utanvegarhlaup líka. Ég hef allavega hitt hann einu sinni í Puffin Run, Vestmannaeyjahringnum, og veit þess að hann hljóp Jökulsárhlaupið. Gott betur en ég hef ekki enda farið í það. Hvað það því að? Eitt af þessum hálfmaraþonum sem hann hljóp var undir 1:40 múrnum. Það þýðir að forseti Íslands hljóp 21,1 km á peysinu 4:44 fyrir áhugasama. Við fórum yfir feimnina og hvernig hann heillaðist á sagnfræðinni því þar fengi hann að vera í friði með bókunum, fjarri sviðsljósinu og mannlegum samskiptum sem er ekki hluti á starfslýsingunni allavega í dag. Án þess að fara yfir alla umrædda hluti í viðtalinu sem þið eru við það að fara að heyra, þá kom Guðni orðunum einstaklega vel frá sér. Hann var ekki við öðru að búast í gegnum allt viðtalið, en það er ein frásögn frá honum undir lok viðtalsins sem hitti streng og mig langar að spila stuttaútgáfu af henni hér í inngangnum áður en viðtalið hefst að fullu. Já, og leiðu mér að tala á alvarlegum nótum hér, af því að ég er búin að vera að tala svo mikið lýðheilsu og mikilvæg þess að huga að heilsunni. Pabbi heitinn hugsaði vel sína heilsu og hann er rúmlega 40 þegar hann veikist að krabbameini og er fallinn frá stuttu eftir það. Það segir okkur það að við eigum að hugsa vel okkur. Við eigum að njóta hvers dags, en leið verðum við átt okkur á því að við erum ekki eingöngu okkar eigin gæfusmiðir. Allt getur gerst og þess vegna finnst mér svo brýnt að við náum að tileinka okkur það sjónarmið að njóta hvers dags. Við ráðum ekki öllu okkar framtíð. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skautið sér og það er kannski það fallega við framtíðina. Við vitum ekki hvað gerist. Ég veit ekki með fullri vissu hvað gerist á eftir nema það að ég þarf að rjúka á annan stað núna þegar þessu viðtali lýkur og svo kemst ég vonandi heim, næja að knúsa börnin og konuna og njóta þess sem eftir dagsins, leggjast í hvílu og hugsa þetta var góður dagur, ég hlakka til næsta dags. Og hvað er dýrmættara en það? Hvað er dýrmættara en það að geta sagt þetta tvennt? Að geta hlakka til næsta dags og litið öxl og sagt við sjálfan sig og aðra, þetta var góður dagur. Þetta á að vera okkar leiðarljós, en leið hafa þessa auðmýkt gagnvart því að við ráðum ekki ein okkar örlögum, en reynum samt að móta þau eftir bestu getu. Þessi þáttur væri ekki út í kosmosnum nema fyrir styrktaraðila þáttarins. Þú getur græjað þig upp fyrir sumarið í verslunum og netverslun Origo, origo.is. Það finnur allar gæðavörurnar frá öllum gæðamerkjunum. Bose, Sony, Canon, Lenovo og Google. Origo selja nefnilega Google Home, snjallhátalarana, snjallhátalarana, Google Chromecast og fleiri snjallar lausnir fyrir heimilið. Hérna erum við líka með bestu myndavélarnar á einum stað, Canon og Sony. Þetta er bara 2 vörumerki sem við treystum. Ég hef notaði bæði vörumerkin í áraraðir og sömuleiðis heyrnartólin og hátalarana frá Bose sem að Origo er að bjóða upp á. Jesú hvað ég hef þjösnast á Bose Soundsport Free þráðlausu heyrnartólunum í hlaupunum í sumar og svo hef ég ekki stíðið inn í flugvél síðustu árin á þess að vera með Bose Noise Cancelling heyrnartólun á mér. Ég viðurkenni það reyndar, ég hef eitthvað minna verið að stíga upp í flugvél síðustu mánuðina en það er allt önnur saga. Það nota þessi heyrnartól bara hérna í stúdíónu við podcast upptökur fyrir ykkur sem er að horfa á YouTube. Sjá þetta hérna, leika eyrum mín. Kíkið inn á origo.is og græði ykkur upp fyrir sumarið. Jú, það er svo sem hægt að lýsa Collab sem bragðgóðum og frískandi, en fyrst og fremst sé ég Collab-dósirnar í hillunum í búðinni og hugsa íslenskt hugvit. Íslenskt vatn, íslensk framleiðsla og kollagen úr íslensku sjávarfangi. Allt
í einn og sömu dósinni. Þið hafið örugglega heyrt meira og meira um þetta kollagen af ríkulegri ástæðu, en hvað er kollagen? Kollagenið í Collab er frá Feel Iceland og er eitt helsta uppbyggingaprótein líkamanns. Þú finnur kollagen í öllum liðum, vöðvum, sinum og beinum líkamanns, en líkaminn hægir verulega á kollagenframleiðslunni með hækkandi aldri. Reynda gerist það eftir 25 ára aldurinn og ég er í andlegu áfalli yfir því að vera komin yfir blómaskeið kollagenframleiðslu líkamanns. En með því að innbyrða kollagen hjálpum við líkamannum við uppbyggingu þessara vefja. Kollagenið í Collab er framleitt úr íslensku fiskroði og ekki nóg með að innihalda 6 grömm af umtöluðu kollageni, eru 105 mg af koffíni og haugur af B-vítamín í hverju einustu dós. Það eru 4 bragðtegundir komnar á markað og ekki bara íslenska markað, því varan fæst meðal annars í Finnland og er væntanlega til fleiri landa. Hugsa ykkur. Collab fæst í 10-pack rútu sem er kjörin í ferðalagið, en ef þú ert á leiðin til Finnlands þá sækir ekki vatnið yfir lækinn, heldur kaupi bara drikkinn þar. Ég mæli persónulega með rauðu dósinni, hindberja og aprikósu bræðinu. Búlan, hamborgarabúlan, ekki bara hamborgarabúla einhvers, heldur hamborgarabúla Tómasar. Ég get haft mörg orð hamborgarabúluna og Tómas sjálfan. Tómi sjálfur getur líka haft mörg orð hamborgarabúluna og Tómas sjálfan. Eins og þið heyrðu kannski í þætti númer 11 af podcastinu, þar sem ég tók viðtal við títtnefndan Tómas. Þessi gæi er svo geggjutýpa að það smitar frá sér niður í alla búlustaði innanlands sem og utanlands. Þetta er einungis notað gæðakjöt í borgarana, tjökk, vöðva og engu bætt við. Ekkert hakkaefni sem þú finnur í einum almenna meðalborgara. Ef þú vilt öll gæðin í einum hamborgara þá mæli ég með kónginum, 150 gramma handpressaður hamborgari. Þetta er vöðvaafli notað sko. Reyndar, til þess að fullkomna máltíðina, þá er shake með hamborgara svakalegt konsept. Kaffishake sérstaklega. Ég man þegar ég drakk ekki einu sinni kaffi og fannst kaffi bara hreinlega vont. Þá elska ég samt kaffishakeinn á búlunni. Leyfið einum kaffishake að fylgja með í næstu pöntun. Pæliði, hérna er ég bara eitthvað, þú veist, er ekki lægi hvað ég fæ frjálsan tauminn í þessum auglýsingum. Ég er bara bladar hvað mér finnst best á matselinum á hamborgarabúlu Tómasar. Ég er reyndar ótrúlega svangur, svo það tekur á að tala með hann kongaborgara. Ekki aldrei að þetta sé auðvelt. Nóg um það. Orego, Collab og Búlan fær eitthvað þennan þátt. Auðvitað hvet ég þið svo að lokum til að mæta á kjörstaðan 27. júní og nýta þér kosningaréttin. Að því sögðu, þá höfum við hér næsta viðmælanda og sitjanda forseta íslenska lýðveldisins, Guðna T.H. Gjörið þið svo vel. Guðni T.H., verður velkomin. Þakka þér fyrir. Takk fyrir að koma. Mín ánægjan og ljúfskylda. Er það ekki? Ljúfskylda? Já. Þetta er smá skylda núna þegar að kosningabaráttan er í gangi, eða ekki? Jú, nú getum við notað þann lýðræðislega og dýrmæta rétt okkar að kjósa þjóðhöfðingja og ég er í framboði, búinn að gegna embætti forseta í 4 ár og þótt ég verði dæmdur af verkum mínum, þá er sjálfsagt að koma líka fram í fjölmiðlum og hlaðvörpum núna og ræða við þá sem við mig vilja tala embættið og hvað það snýst og þar fram til guðunum. Nákvæmlega. Ertu sjálfur að hlusta á einhver hlaðvörp eða? Ég get ekki sagt að ég gerir mikið af því. Ég skokka mikið og þá finnst mér gott að hafa eitthvað í eyrunum, að hlusta á eitthvað, en það er langoftast tónlist. Ég nota skokkið og hlaupin til þess að hvíla hugan og þá finnst mér betra að hafa einhvers konar tónlist í eyrunum og það getur verið hvað sem er. Já, þetta er góða punktur að í þessari hreyfingu þá er góðu sens til þess að hvíla sig frekar heldur en að vera að reyna að nýta hvert einasta augnablik til að fræðast eða örfa hugan sko. Já, en svo er aðri sem nota einmitt þann tíma til þess að hlusta á heilu skáldsögurnar eða hlaðvörpum sagnfræði eða hvað eina og ég gæti örugglega dottið inn í þann pakka einhver tíman en svona vil ég hafa þetta núna og svo er það reynda þannig að ég finnst svona útivera, hlaup eða hjólreiðar eða hvað eina sko ekki bara mikilvægur þáttur í því að halda ágætri líkamlegri heilsu, heldur er þetta gott fyrir kollin líka og stundum fæ ég að mér finnst frábærar hugmyndir þegar ég er á hlaupum eða hjólandi og þá er einna brýnast að gleyma þeim ekki þar til heimur komið og rjúka svo inn, finna sér eitthvað blað að skrifa eitthvað á og vona maður hafi náð að muna allar þessar góðu hugmyndir. Oft er þetta til dæmis í sambandi við ræður, við getum komið inn á það sko, að starf forseta felst svo mikið í því að flytja ávörp, flytja ræður, taka til máls á fundum, mjög oft blaðlaust en stundum vill maður að þetta lifi og þá þarf að semja ræðurnar og ég hef fundið fyrir því og finnst það bara ágætt að oft er út að hlaupa eða ganga eða hjóla þá
þá fæ ég innblástur fyrir þennan hlutastarfsins. Er þetta ekki líka stundur svolítið svoleiðis með hlaupin og það tekið eftir því sjálfur að mann einhvern veginn finnst maður fá svona bestu hugmyndir á hlaupum, en ég held líka að maður fer út að hlaupa og maður kemst í einhvern veginn svona góðan gýr og hugmyndir sem eru í meðalagi, maður einhvern veginn bara, mann finnst þar betri. Maður er svo vel stendur, sko. Já, og mér finnst að í þessu embætti sem ég gegni núna, þessu tigna embætti, þá sé það í mínum verkahring að styðja góð málefni og eitt af því finnst mér hygglust vera lýðheilsa. Við erum svo mismunandi auðvitað. Sumum hentar vel að reima á sig hlaupaskóna og fara út að hlaupa. Öðrum finnst gott að vera í líkansrækt inn á stöð einhvers staðar. En öðrum finnst fínt að fara út að ganga án þess að sprett úr spori. Sumum finnst gaman að fara í sund. Og ég held að það sé svo brýnt að við öll, á hvaða aldri sem við erum og í hvaða standi sem við erum, finnum okkar takt í þessu. Ég var einu sinni þannig að mér leiði langt best á líkansræktarstöð. Núna finnst mér það ekki það sem heillaði mig mest. En varst að mæta í ræktina? Já, ég gerði það í gamla daga og Bara með prógram eða þjálfara? Já, þjálfara og prógram og mikið kapp og einhver árangur. Mikið kapp, einhver árangur. Já. En svo líka breytast markmið og mælikvarðar. Núna er mitt markmið með hreyfingu að láta mig líða vel, ekki að láta mig líta eitthvað betur út en ella. Var fókusin svolítið þar eða? Já, svona já og nei, þetta vildi maður svona fá smá kjöt á beinin og þeir sem segja speklar í líkansræktarstöðum séu til þess að sína manni hvernig á að gera æfingarnar, þeir eru á dálitlum villigötum. Já, menn er ekki tilbúin til að viðurkenna allt þeir sem segja það, sko. Þannig að auðvitað er það þannig og við breytumst og þroskumst og allir mega hafa sinn hátt á í þessu. En punkturinn er sá, hreyfinga til góðs. Við erum, það er í okkar DNA að hreyfa okkur og ég ætla ekki að vera með einhvern boðskap hér með kröfum til fólks um að fara að stunda líkansrækt 5 sinnum í viku eða eitthvað slíkt. En ég held að með einhvers konar jákvæðu átaki, með jákvæðu ákalli til fólks um að sinni heilsu eftir bestu getu, þá getum við fleytt samfélaginu áfram í rétta átt. Lýðheilsa held ég að verði eitt mikilvægasta málefni 21. aldarinnar. Við erum á þeim stað að hverskins lífstíls sjúkdómar hrjá mjög marga og við svörum því ekki með því að búa bara til fleiri álmur í sjúkrahúsum eða fleiri rými á dvalarheimilum. Við verðum að hugsa forvirkt. Við verðum að hvetja alla til þess að huga að heilsu, huga að mataræði, huga að hreyfingu og þannig tökumst við á við þennan vanda. Tökum dæmi. Maður heitir Janus Guðlaugsson, er doktor í íþróttafræðum og hefur mjög sinnt heilsueflingu aldraðra með mjög góðum árangri, eins og aldraðir sem hann þekkja geta borið vitni og hann hefur tekið sem dæmi, ef við verjum kannski 10 milljónum króna í átak til þess að efla heilsuvitund fólks á miðjum aldri og eldri borgara, þá þarf ekki nema kannski það að einn Íslendingur, einn íbúi landsins þurfi ekki á nauðsynlegri þjónustu að halda á sjúkra eða dvalarheimili allan sólarhringinn til þess að þessar 10 milljónir séu nú ansi fljótar að borga sig upp. Já. Þannig að svona finnst mér að við eigum að hugsa. Horfum á ársreikningin, já, þetta er fyrst og fremst lýðheilsa vellíðan fólks, að fólki líði vel í þessu landi, en ef þú vilt fá svart á hvítu í krónum og aurum sparnað, þá liggur hann líka þar. Já, algjörlega. En þú hefur haldið, er ekki hlaupin svolítið bara svona þín hreyfing eða?
Jú, hlaup og hjólreiðar, ég festi kaup á nýju hjóli núna og átti nú gamlan góðan jálk sem ég gat alveg farið minna að ferða á. Þannig voru komin svolítið í þól íþróttirnar. Nei, ég er ekki, varst ekki að tala við Þorberg Þórðarsson hérna, Þórsson fyrir ekki nýlega? Ég var að tala um Þorberg Inga. Þorberg Inga, já. Já, einmitt. Já. Sko, ég er ekkert í flokki með svona ofur köppum. Þú ert ekki komin í 170 kilometrana? Nei, og ég veit mín takmörk og veit hvað þarf. Ég hef til dæmis aldrei hlaupið heilt marathon. Já, ég ætlaði náttúrulega að koma því hérna eftir. Þú ert búin að fara sko yfir 15 sinnum hálft marathon. Já, ég hef gert það og haft gaman að því. Hálfnaverk þá hafið þér. Já, en ég veit að ef ég ætti að takast á við heilt marathon, þá þyrfti ég að æfa mun oftar og skipulegar en ég get leyft mig núna, bara starfsins vegna. Og þá er ekkert viti í því að vera setja sér markmið sem er algjörlega óraunhæft og líka þarf að hafa í huga með fólk á mínum aldri, nú er ég sko verð 52 ára síðar í þessari viku og það er ekkert viti í því að ætla sér of. Við eigum að setja, sko sá eða svo sem veit alltaf sín takmörk kemst aldrei skrifinu lengra. Við eigum að setja markið hátt, vissulega. En við eigum líka að hafa vita á því að setja markið ekki það hátt að það sé gjörsamlega vonlaust að ná því. Þannig að ég er ekki að fara að hlaupa heilt marathon núna á næstunni því ég veit að ég næði kannski að skrönglaðist í mark hérna þrotin og kröftum búin að skemma hnén á mér í nokkra vikur en það er bara ekki þess virði. Nei, ekki fyrir þig. Ekki fyrir mig, en fyrir aðra þá er það planið, búa sér til æfingaprógram halda kúrs og vera viðbúin því að það geti komið bakslag þannig að menn sýni skynsemi í þessu líka, láti ekki kappið bera sig ofeliði. Nákvæmlega, en þú hefur nú settir einhver markmið með hálfmarathonum býst ég við út af þú hefur farið undir 1:40 múrin. Já, ég gerði það hér fyrir á tíð og það var mjög ánægjulegt að ná því. En það ekki, þú bara rétt náður undir, þetta var 1:39:58 eða eitthvað svoleiðis. Já, ég skal ekki segja, nú fennir yfir þessa minningar en hvort ég náði að spretta úr sporið þarna þegar maður sá sko klukkuna við markið og þá er náttúrulega gleðin ennþá meiri að hafa náð undir hérna þetta tímamark. Já. En í öllu fall er það þannig að ég keppi nú fyrst og fremst bara við sjálfa mig og ljósastörana og vil koma mér í mark og gleðin er fólkin í því. Eitt stöðri viðbót. Þú fórst ég hitti því í Puffinrun í Vestmannaeyjum núna í byrjun maí held ég. Það var eitt fyrsta hlaupið sem heimild fékkst fyrir, ef ekki fyrsta hlaupið eftir samkomubann. Og Eyjamenn stóðu sig vel í því að skipta okkur í hólf og voru staðráðnir í því að öllum reglum yrði fylgt og þeir voru búin að fá leyfi víðis og félaga hjá almannavörnum. Þú hélst fóristunni lengi vel í þessu hlaupi? Ég hélt fóristunni fyrsta metran. Ég fekk að fara fyrsta stað. En það er einmitt gott dæmi hlaup sem er sérlega skemmtilegt á marga lund. Eyjahringurinn eins og þú veist, þetta er svo fjölbreytt leið. Einmitt. Og hérna erfitt en ekki óyfirstíganlegt og mikil gleði auðvitað að komast í mark. Hvernig varst þér hraunið í lokin? Það var erfitt, bæði sko gjóskan laus í sér og raunnippurnar við hvert fótmál og miklar hæðabreytingar svo maður þurfti að vera velvakandi og var orðinu auðvitað lúin og þreyttur. Nefnilega, þetta kemur alveg bara eftir 18 kilometrar síðustu 2 í hrauni sko. Já, en þetta er svo sem sko það sem ég tel að sé dæmi það sem er í verkahring forseta að stuðla því að fólkin í landinu líði vel og það er svo mikilvægur þáttur í því góð heilsa og það er ekkert sjálf gefið í því. Við getum fundið það á eigin skinni eða með því að líta til vina eða kunningja að fólk getur verið staðráðið í því að huga að eigin heilsu og svo dynur áfall yfir sem enginn gat séð fyrir. Þannig að þetta snýst líka það að njóta hvers dags. Nákvæmlega. Núna þegar svona, kannski það er líka önnur spurning, er ekki aðeins meira að gera hjá þér núna heldur en vanalega?
Jú, þetta annarsamir dagar vegna frambóðsins, þá blandast inn í hefðbundin störf mín, frambóðsfundir, viðtöl og undirbúningur fyrir forsetakjör. Á hinn bóginn var það nú svo að mín dagskrá, eins og svo margara annarra í samfélaginu, raskaðist allverulega vegna veirunnar skæðu og vegna samkomubanns. Í venjulegu árferði eru viðburðir á Bessastöðum eða nánast hvar sem hér innanlands daglegt brauð og svo utanferðir líka, en nánast einni nóttu var þessu öllu frestað eða aflýst og það ekki svo að við séum komin á sama ról aftur, en mér sýnist nú að í samfélaginu öllu séum við að komast bráðum á þann stað sem við viljum vera á, en þetta tekur tíma. Já, mér langar að spyrja sko, núna þegar það mikið að gera, býst ég við, og dagskráni þétt, er hlaup eitthvað sem þú heldur í? Passar að missa ekki út úr dagskráni? Eða þetta svona... Já, en ég hef sko ekki tök á því að festa mig við ákveðina æfingatíma eða hlaupatíma, en ég get ekki verið í einhverjum svona hlaupahópum, en ég reyni og gerði það áður og hvet nú alla til þess að finna stund fyrir hreyfingu. Það alltaf hægt ef viljinn fyrir hendi. Ég veit að getur verið freistandi að finna sér ástæðu til þess að sleppa æfingu, sleppa því sem maður var búin ákveða með sér að gera, en oftar en ekki líður maðurinn betur þegar maður ákvaða að láta slag standa, og ég segi stundum að ég veit ekki það vandamál eða það viðfangsefni sem versnar við það að maður fari í smá göngutúr eða út að skokka. Oft þetta þannig að hugurinn hreinsast og það sem manni sýndist erfitt viðuregnar verður auðveldara þegar maður búin að hreinsa kollin á sér aðeins. Nákvæmlega. Og þú líka, sko, þú náttúrulega áður en að þú verður kjörinn forseti Íslands, þá ertu í svolítið þungu bóklegu starfi sem sagnfræðingur, býst ég við, á þess að gera mig grein fyrir hvað sagnfræðingar gera. Þetta smá svona, þetta ekki líka bara smá sens til þess að standa upp frá borðinu og bara gera andstæðana við það sem sagnfræðingar gera? Jú, starf sagnfræðings eins og mín snerist rannsóknir á skjalasöfnum, bókasöfnum og kennslu. Ég var við Háskóla Íslands og áður við Háskólan í Reykjavík og líka sjálfstætt starfandi, og þessu fylgir mikil innivera og kyrrseta, og þá það því brýnna að finna einhverja hreyfingu við hæfi. Þetta bara þannig með okkur, eins og ég sagði áðan, að það bara í okkar DNA að hreyfa okkur. Þannig höfum við verið frá örófi alda, og þess vegna hreyfing okkur svo mikilvæg. Kemur að stað ákveðnum boðskiptum í heilanum og lætur okkur líða vel. En af hverju sækist í sagnfræði? Þarf maður ekki að vera svolítið ákveðin típa til þess? Og þá líka svona horfið til fjölskylduhagana. Ég meina, bróðin afreksmaður í handbolta. Já. Og ég á tvo bræður, Jóhannes og Patrik, og Patrikur eða Patti átti góðan feril í handbolta, lék lengi í íslenska landsliðinu og var atvinnumaður árabil og núna þjálfari, og Jóhannes bróðir minn líka liðtækur handboltamaður hér fyrir á tíð, þótt hann næði nú ekki eins langt, ekki frekar en ég. En sko íþróttir okkur í blóðbornar. Pabbi okkar heitinn Jóhannes Sæmundsson var íþróttakennari við Menntaskólann í Reykjavík árum saman og íþróttaþjálfari. Hann var með frjálsíþróttalið Íslands sem hélt á Ólympíuleikana í München 72 og svo aðstoðarþjálfari í körfubolta og handbolta og þjálfaði líka í handboltanum eitt síns liðs. Býtu fyrir ekki, München 72, það ekki það sem að árásinn var gerð? Jú, þeir heimitt heyrðu skotkvellina, íslensku liðsmennirnir, og voru auðvitað harmi losnir eins og aðrir. Það kom til tals og virtist jafnvel líklegast á tímabili að Ólympíuleikunum yrði bara aflýst, en svo var það
ákveðið að halda leikunum áfram en já, pabbi var þarna 72 og við strákarnir fórum með honum á æfingar í hinum af þessum íþróttum, já, minningar hérna ferðir á Melavöllin og í Laugardalshöllina og Jakaból bækjustöð kraftliftingamanna þarna niður í Laugardal. Varst þú að mæta þar? Ég bara horfði á þessar hetjur sem maður sá þarna tilsýndar. Og þar hugsaður, já, ég ætla að halda mig við bækurnar. Mér finnst einmitt, við erum hérna aðeins að tala sko, mikilvægi lýðheilsu og forvarna og forvirkra aðgerða í samfélaginu. Mér finnst líka svo brýnt að í öll okkar skóla og menntakerfi komum við því til leiðar að hver og einn fá að njóta sín á sínum eigin forsendum. Ég vil aga og álag í skólakerfinu. Ég vil að fólk verði að láta reyna á sig og gefist ekki upp við fyrstu hindrun og finni að nám á að vera erfitt. En ég vil líka að það sé sveigjanleiki í kerfinu og ég vil líka að við tökum hverjum nemanda á hennar eða hans forsendum, að við reynum ekki að steypa alla í sama mót, að við finnum snemma hvað það sem fólk vil gera. Auðvitað það ekki mótað við 6 ára aldur hvort fólk ætlar að verða rafvirki eða kjarnorku verkfræðingur, en að allir hafi tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, sjálfum sér og samfélaginu til heilla. Þess vegna hef ég talað fyrir því í embætti að við höfum, já, þennan aga og álag sömuleiðis í skólakerfinu, en líka sveigjanleika og að við hjálpum þeim sem þurfa hjálp. Það ekki allir alveg eins. Sumir glíma við lesblindu, sumir við athyglisbrest og þá hjálpum við þeim. Þá hjálpum við þeim að finna sig, þá hjálpum við þeim til þess að geta sýnt okkur og sjálfum sér hvers þau eru megnug. Og svona tryggjum við að samfélagið allt hagnist og leið einstaklingarnir sjálfur. Ég hef gjarnan tekið sem dæmi Hringsjá sem athvarf og úrræði fyrir ungmenni sem hafa annarkvort hætt í námi eða horfið af vinnumarkaði og ekki fundið sig. Oftar en ekki sjálfstraustið horfið allar vegalaldar. Fólk segir við sig, ég get ekkert, ég er búin að sýna það fyrir sjálfum mér og öðrum að ég felli í hverju fæin og fætur öðru, hef ekki þann aga sem þarf til þess að mæti vinnuna og þar fram til göttunum. Þarna á þessum stað, og það eru fleiri staði til í samfélaginu, fær fólk tækifæri til þess að sanna sig á eigin forsendum, ekki með einhverju svona rólegheitum þar sem enginn þarf að leggja á sig, en á forsendum sínum og smám saman eykst álagið, smám saman kemur sjálfstraustið tilbaka, smám saman finnur fólk, já, ég get lagt mitt á mörkum, ég get hjálpað öðrum, ég get stundað mína vinnu, ég get stundað mitt nám og við eigum ótal hetjusögur, við eigum ótal árangurssögur af þessu tagi. Ég var við útskrift hjá Hringsjá núna í vor og þar kom fram að rúmlega 80% þeirra sem hafa verið þar við nám undanfarin ár eru annarkvort í frekara námi eða fastri vinnu. Og ef við hefðum ekki svona úrræði, ef við segðum bara, já, þú ert fallinn og getur ekki neitt, bara farað einhvert. Ef við tækjum þann pólihæðina, þá væri það fólk ekki að leggja sitt að mörkum inn í skólakerfinu á atvinnumarkaði. Þannig að hér höfum við þetta sambland sveigjanleika, skilnings annarsvegar og álags og þetta, þú getur þetta attitude annarsvegar, svo ég slettur nú einu sinni í útvarpinu á ensku. Þetta það sem ég vil stuðla að og mér finnst skilningur af þessu vera fyrir hendi í samfélaginu að við högnumst öll á því ef við höfum þetta víða sjónarhorn í skólakerfinu og þennan sveigjanleika sem kemur öllum að góða þegar til kastana kemur. En af hverju þetta hitamál hjá þér? Er þetta eitthvað sem að þú lendir í sjálfur? Nei, ég var alveg frábær námsmaður, ef ég má segja sjálfur. Nei, ég var það reyndar ekki allan tíman. Ég gekk mjög vel í námi í grunnskóla, en í menntaskóla þá, ég segi ekki að ég hef mist fótana. Ég misti svona metnaðinn. Ég misti löngunina til þess að sýna sjálfum mér og öðrum hvað ég gæti og komst upp með það. Að vísu stóð ég mig alltaf vel í sögu því fæið sem ég hafði, sko það þurfti ekki að pína mig til þess að lesa fyrir prófi í sögu
og náði mjög góðum árangri þar, þó ég segi sjálfur frá, og þá eiginlega var brautin mörkuð. En ég bara sé þetta á fólki í kringum mig. Ég sé þetta sérstaklega á hetjusögunum. Ég sé sko góðu sögurnar og þá vil ég stuðla að því. Og það má nú líka halda því til haga að ég átti mér alls ekkert langan draum það að verða forseti Íslands. Það var ekki hluti af því sem ég sá fyrir mér að myndi gerast. Það gerðist allt mjög hratt vorið 2016 þegar ég bauð mig fram og lá við að leið og ég væri ákveða að bjóða mig fram og leið og það virtist nokkuð víst að ég myndi hafa erindi sem erfiði, þá þurfti ég að gera upp við mig, já, hvað ætlarðu svo að gera á forsetastóli? Og ég komst fljótt að því að það væri ekkit endilega mitt kappsmál að styðja þá enn frekar sem standa sig vel í samfélaginu, að hjálpa þeim enn frekar sem eru búnir að meika það, svo við notum aftur óformlegt orðalag. Það væri þá frekar það að hjálpa þeim sem eru örlítillar hjálparþurfi til þess að komast á rétta braut. Þannig að mig hefur langað til þess að styðja þá sem þurfa smá aðstoð og ég hef reynt það og gert það og ég hef líka viljað hugsa til þeirra sem eru á einhvers konar jaðri í samfélaginu, sem finnst jafnvel að þeir njóti ekki sömu réttinda og virðingar og reistnar og aðrir í samfélaginu. Þá vil ég frekar koma til þeirra og segja, þú átt sama rétt og aðrir á því að vera jafnóki okkar hinna í samfélaginu. Þú hefur alveg sama rétt og aðrir í þessu samfélagi og þess vegna ég komin hér í þessu embætti til þess að heilsa upp á þig, til þess að hvetja þig til dáða, til þess að fá þig til þess að finna að þú ert ekki settur skör neðar en aðrir í þessu samfélagi. Það finnst mér að vera í verkahring forseta, en svo auðvitað hjálpa maður líka við kynningu Íslands á erlendum vettvangi, styður við það að Íslendingar á alþjóða vettvangi komi ár sín enn betur fyrir borð og þar fram eftir göttunum, en ég tek nú undir með Kim Larsen heitnum, danska hvað ég var að segja, söngvaranum, sem sagði sko, við hefum að hjálpa þeim sem þurfa hjálp, hinni geta síðan sig sjálfur. Já, en það samt þarna þessi krafa, eins og þú talar í byrjun, að það sé smá bara krafa til sjálfsíns að takast á við mótlæti og þetta verður erfitt og það er álag, þetta er ekki gefins. Já, ég var í viðtali nú fyrir skemmstu að tala einmitt kulnun og kom út frá því að Kári, vinur minn Stefánsson, vitnaði í móður sinna sem myndi hafa sagt kulnun að það væri bara leti og aumingaskapur. Kári tekur svona til orða, við verðum að hafa það í huga. Kári hefur gaman af því að ögra og storka, en kulnun er klínískt hugtak það að fólk hefur bara alveg mist móðin, á ekki orku dropa eftir í líkamanum og þetta getur komið fyrir nánast hvert sem er, hvar sem er og hvenær sem er. Á sér oftast þó aðdraganda og við kennum of miklu álægi. Aumingjaskapur? Nei, ég vil ekki taka svo djúpt í árinum. Ég finnst það ekki hægt. Ég hef líka séð og veit fólk sem hefur orðið fyrir kulnun í starfi og trúðu mér, það var ekki aumingjaskapur þar. Fólk sem lendir í þessu á sér þá ósk heitasta að vera uppfullt af orku, mæta deginum brosandi og hvað til ráða? Við verðum að finna þetta rétta jafnvægi í lífinu. Nú gegni ég embætti sem má kallast streituvaldandi, en ég var líka í störfum hér áður fyrr sem gátu valdi streitu. Kennsla getur verið streitandi. Skrif, þar sem maður á mikið undir því að aðrir kunna vega og meta það sem maður gerir. Álitsgjafar, kaupendur bókanna, ritrínar og þar fram til göttunum. Ég meina þjóðin tjáir sig ánægju sína með þig í starfi. Þetta er nú alveg smá pressa sko. Jú, og blessunarlega hef ég notið mikil stuðnings, mikilla velvildar og mikil hlýhugar og það eykur manni kraft. Það fær mann til þess að hugsa, já, mikið er nú gott að vera í starfi þar sem fólk kann að vel að meta það sem það gerir. Það gefur mig kraft til þess að halda áfram og vissilega er það svo. En ég finn það sjálfur líka að ef ég ekki gæti að því að ná að hvílast og ef ég ekki gæti að því að hafa
rétt spennustig frá degi til dags, þá getur raunin orðið svo að maður fyllist frekar óánægju og jafnvel óbeit á því sem er að gera. Þannig að þetta sífellt viðfangsefni. Við eitthvað verr stödd núna en fyrr á tíð? Það kannski eitt. Og sérstaklega með, og maður tala sko óharnaða unglinga, þessi sífelldi samanburður á samfélagsmiðlum, sífellda leitað lækum og sífellda speglun í áliti annarra sem getur valdið meiri streitu en gerðist og gekk hér fyrr á tíð. Þá var brauðstritið bara það sem skipti öllu máli, að hafa í sig og á og koma þak yfir höfuðið og sjáum það að hérna maður gæti borgað af afborgunum, lána og þess áttar. Kannski það svo að þetta samfélag samanburðar sem við erum í núna veldur óhjákvæmilega aukinni streitu með hætti á kulnun og þar fram eftir göttunum. En aftur, leiðu mér ítreka, hér þurfum við samt að finna segluna í okkur og þrautsegina og þrjóskuna. Það má ekki gefast upp við fyrstu hindrun. Þetta alveg eins og í hlaupunum. Auðvitað finnum að það, mér finnst yfirleitt erfiðast, sko, fyrstu 2 kílómetrin, svo þetta bara eins og dísilvél sem fyrir að matla í gang. Nema í hrauninu í Eyjum. Já. En þá líka manstu, vitundin það að markið á næsta leiti. Já. Kom manni yfir lokahjallan. Þannig að mér finnst það í skólakerfinu og í okkar samfélagi í heild þurfum við að annars vegar viðurkenna það að við getum lent í álagi sem verður okkur jafnvel megn, en hins vegar að þess vegna jafnvel þjálfa með okkur seglu, þjálfa með okkur þrjósku. Við ætlum ekki að gefast upp, við ætlum að sýna hvað í okkur býr. En þetta á að geta unnið saman og þess vegna eigum við geta sagt eins og í skólanum, við geta sagt við bara vini, kennara, námsráðgjafa, foreldra, forráðamenn. Ég alveg að vera búin á því og það jafnvel, bara samtalið getur hjálpað manni yfir erfiðasta hjallan. Þannig að líka það, hreinskilin umræða líðan fólks jákvæð. Tökum annað dæmi. Hér áður fyrr áttum við aldrei að tjá tilfinningar okkar. Var það þannig? Já, sko áfallahjálp þekktist ekki. Þú getur talað við slökkvilismenn, lögreglumenn, fólk í björgunarsveitum sem kom á vettvang, hræðilegra slysa og þurfti að takast á við það. Og svo var bara næsta vakt. Og ef menn fór að tala þetta eitthvað, þá var það bara þakkað niður. Já. Núna þykir það sjálfsagður hlutur að þeir sem standa í ströngu á þessum vettvangi og ekkert minni garpar eða kvenskórungar en áður fyrr geti tjáð sig það sem þau urðu vitni að og orðið betri manneskjur fyrir vikið og geti betur tekist á við líka vandamál þegar þau komið upp. Það ekkert auðmikilegt við þetta. Þetta er bara hluti af því að bæta okkar samfélag, finnst mér. Já, ég myndi var með aðalvarstjóra sérsveitarinnar í viðtali fyrir alveg 1,5 ári og hann myndi var að tala þarna með þessa harðhausa og sem eru seint skilgrindi sem aumingjar en þeir eru með einmitt svona kerfi í gangi þar sem að ég meina þeir eru að takast á alls konar aðstæður og það hægt að tala þær og við sinn félag og þess að þannig að það gengur skuggum að mennir sé ekki að ganga með tilfinningar bara innra með. Já, akkurat. Geta pappar ekki grátið sem Helgi Björns með SSól. Nákvæmlega, hápólitískur. En mér langar að spyrja aðeins út í bókina sem þú skrifaður Gunnar Thoroddsen. Já. Og ég veit ég hefði ekki endalaust, þannig ég ætla bara að vinda mig beint inn í eina spurningu sem að tengja svolítið þessari seglu sem vorstu að tala Hann var svolítið duglegur við það að bæta sjálfan sig. Já. Og hann skrifa til dæmis ég held að hafi verið einhvers konar minnisbók sem hann segir aldrei dugar að efast og síst að maður komist til einn setta marks. Já. Og síðan hann með svona lista yfir hluti sem hann langar að bæta við sjálfan sig. Efla sjálfstraust, gott skap, hlýtt viðmót, stundvísi. Já, ég man þetta. Sko, þú veist, þarna ertu með eitthvað og sko, mér finnst þetta merkilegt að því leitin til út af að hann kemur inn í MR, eða ekki? Jú. Menntaskólann Reykjavík og þar sko dauðfeimin. Já. Og svona svolítið að takast á við sjálfan sig. Hann ekki hrókuralsfagnar þegar hann mætir þarna, hann bara, herri, já, nú verðum við að efla sjálfstraustið. Og hann gerir það, sko.
honum tekst það og hann var í sífelldri glímu við sjálfan sig, ævina á enda og alltaf uppfullur þeirrar viðleitni að gera sig að betri mannesku, missteig sig, rasaði, en viðleitnin á söm og jafnvel meiri ákveðni vegna áfallana. Hann átti erfitt með vín, það var sífelld glíma og sem olli honum miklum sálarkvölum, því einmitt þessi viljasterki maður. En þetta var bara sjúkdómur sem hann réð ekki við fyrr en undir lokin. Hann var bindindismadur frá árinu 1968 til dánardags 83. Þannig að hann gott dæmi mann sem vildi alltaf bæta sig. En þú myndist einmitt á hversu feiminn hann var í menntaskólanum í Reykjavík og ég man þegar ég las dagbókabrot hans einmitt það og minnisblöð hvernig ég tengdi við því að ég var alveg frámunalega feiminn þegar ég var í menntaskólanum í Reykjavík og hef sagt sögu af því þegar ég ætlaði að slá í gegn á ræðunámskeiði snemma míns menntaskóla ferils og tók strætóinn úr Garðabænum þar sem ég ólst upp og nam staðar við Lækjargötu Reykjavík og gekk svo upp stíginn og tröppurnar að skólahúsinu og ég fann máttinn þverra í hverju skrefi og gekk svo upp að ég fór reyndar þarna, þetta var örugglega í Casanova sem ein bygging menntaskólans og þar tvísti ég fyrir utan dyrnar og hugsaði, þú verður búin að ákveða þetta, þú skalt fara inn, þú skalt geta þetta Þú búin að borga fyrir strætóin Já, fyrir utan það en svo hætti ég við, sneri við og tók strætóin heim og alla leiðin í Hafnarfjörð svo að mamma fattaði ekki að ég væri komin fyrr heim en ég ætlaði mér og hugsaði allan tíman því líkur auðli, vittlýsingur og asni ertu nú að geta þetta ekki það verður ekkert úr þér þú getur ekkert að því sem ætlaðir en svona vissanhátt ekki akkurat endilega þar og þá en á vissanhátt var þetta svona vakning fyrir mig og ég ætla ekki að lita þetta of svörtum litum, ég keppti nú fyrir Gettu betur liðið í MR og kom þá fram í sjónvarpi og það þurfti nú að yfirstíga dálitla feimni í þeim efnum en þetta varð svona vakning að því leiti fyrir mig sjálfan að ég áttaði mig á því að það væri bara best að ég áttaði mig á því hvað ég vildi helst gera og já, það var sagan, ég var drauglatur í öllum fögum nema sögu stjórnmálafræði, einhverju því líka batteríi og ég skildi bara einblína á það sem ég hefði virkilega gaman af og svo yrði ég sagnfræðingur, ég vissi hvað sagnfræðingar gera, þeir rannsaka og þeir eru aleinirinn á skjalasöfnum og þar eru þeir bara í friði og engin mannleg samskipti nánast sem þarf að viðhafa og ég myndi bara sinna mínu og vera í mínum fræða heimi og svo ég núna í þessari stöðu sem ég í núna, þannig að þetta plan virkaði nú ekki alveg upp á 10 en þetta kannski líka dæmisaga það að við eigum að reyna á okkur, við eigum að finna mörkin og fara aðeins lengra. Ég vildi ég hefði farið á þetta B-vitans ræðunámskeið þarna, mér liði miklu betur þó ég hefði ekki kannski þessa dæmisugu þá til að segja frá, en leið eigum að finna hvað okkur finnst virkilega gaman að gera og ég hugsaði ekki það eins og gefur að skilja hversu hagkvæmt það væri eða fjárhagslega skynsamlegt að fara út í sagnfræði. Ég vil bara vara fólk við því að það ekki ávísun á fjárhagslegan ávinning að stunda nám í sagnfræði. En að finna það sem maður vill gera, hvort sem það sagnfræði eða bifvélavirkjun eða hjúkrunarfræði eða ekkert langskólanám, störf sem kalla ekkert endilega á það, menn eiga að gera það sem mönnum finnst skemmtilegast að gera og þá langlíklegast að leiðin þar og eftir á starfsferli verði greiðari og fólki líði vel í sál og sinni. Þannig að þarna fann ég það og svo fann ég reynda líka þegar ég var komin út í heim sagnfræðinnar, rannsóknir og kennslu að þá nú feimnin fljóta réttlast að manni ef rétt að málum haldið því þetta snýst svo mikið að halda fyrirlestra, stýra umræðum og kynna sig og sín skrif eða rannsóknir þannig að ég get sagt með fullri með sannfæringarkrafti
að undirbúningur fyrir forseta Íslands getur verið á hvern veginn sem og þeir sem gengt hafa embætti forseta hér á landi hafa komið úr ólíkum áttum og allir mínir forverar staðið sig með sóma. En mér finnst gott að geta gripið í þá þekkingu og reynslu sem ég bjóað eftir að hafa stundað kennslu og rannsóknir í sagnfræði. Einmitt. Ég, aðeins áfram hann Gunnar, sko, þegar þú nefnir hann átti erfiðleikum með áfengið. Já. En þú veist, síðan einmitt bara svona þegar maður hugsa það, sko, þú veist, þetta eitt af því fyrsta sem kemur upp á undan því að hann hafi verið, sko, borgarstjóri, hæstaréttardómari, forsetisráðherra, varaformaður sjálfstæðisflokksins. Þú veist, ekki líka svolítið krafan þarna á að menn séu bara ekki með, láti ekki neitt bilbúð á sig finna það? Jú. Hann talaði aldrei opinberlega vanda sinn í lifanda lífi og þegar ég tókst á við þetta mikla verk að skrifa ævisögu Gunnars Thoroddssens þá voru þeir til sem sögðu sem svo þú verður að skrifa áfengisvandan eða á hinbógin, þau mun aldrei leyfa þér að skrifa þetta og áttu þá við fjölskyldu Gunnars, börn og þá sem honum stóðu næst. En svo var raunin alls ekki. Hans börn sýndu að því mér fannst og finnst enn raust og styrk þegar þau gáfu til kynna og létu mig vita að þau vildu fá sanna mynd af föður sínum og þar það ekki dregið undan og þá líka verður hann stærri. Ef ég hefði skrifað einhverja ógagnrýna halleluja sögu af Gunnari þar sem þessum þætti í ævi hans sem mótaði hann svo mjög yrði sleppt með öllu þá hefði verið verra af staðfarið en heima sittið og í staðinn, og nú ætla ég ekki að hampa mínum eigin verkum en ég leyfi mér að nefna það sem margir hafa talið þessari bók til tekna einmitt það að það fjallað á hreinskilinn hátt bresti í fari söguhetjunar, galla sem söguhetjan tókst á við og þannig ævisögur finnst mér að við eigum að skrifa og þetta lítur líka því að í mínu embætti núna sem forseti liggur í hlutarins eðli að ég fjalla oft samtíð okkar Íslendinga og ekki síður sögu, þá reynslu sem við búum að líf fyrri kynslóða hér og þá ég sannfærður að okkur gagnast ekki að reynt sé að búa til hér einhverja glansmynd, til dæmis glansmynd einhuga þjóðar sem átti sér alltaf sameiginlega drauma, sameiginleg markmið í sjálfstæðisbaráttu, í álitamálum nýliðina áratuga og þarfram til göttunum, því að við vitum svo vel að svo bara var ekki raunin og við eigum að búa til hreinskilna mynd af liðinni tíð og við eigum að horfast í augu við það að hér býr fólk með mismunandi skoðanir á samtímanum og hér var hver höndin upp á móti annarri í ýmsum heitustu álitamálum fyrri tíðar og þá sögu verðum við að segja. Mig langar mikið til þess að við fáum til að mynda öfluga og leyfið mér að segja rándýra og viðamikla sjónvarpsþáttaröð sögu Íslands. Okkur vantar þetta alveg. Við getum hort til Danmerkur, Bretlands og fleiri landa þar sem eru virkilega flottar þáttarraðir sögu ríkis, sögu þjóðar og þetta mikið sameiningarafl á sinn hátt ef sagan sögð í öllum sínum blæbrigðum, ef það ekki reynt að búa til falska mynd. Þannig að sögu Íslands segjum við frá upphafi þegar við hefjum leikinn á kannski fyrsta írska einsetumanninu sem kom hingað, við skulum bara gefa okkur að svo hafi verið raunin að fyrsta manneskjan sem steig hér á land hafi verið írskur einsetumaður, svo koma landnámsmenn frá Noregi og víðar á Norðurlöndum og þar fram eftir göttunum. En þá segjum við ekki bara söguna af Ingólfi Arnarsinni og Hallveigu Fróðadóttur, við segjum söguna af þrælunum og ambáttunum sem þau fluttu með sér og
við segjum sögu almúa, við segjum sögu barna, við segjum sögu kvenna, við segjum sögu þrælanna og þar fram eftir göttunum og við segjum sögu af ágreiningi, við segjum sögu af kúgun erlendra valdhafa en ekki síður innlendra valdhafa og þar fram eftir göttunum. Þannig að með þessum hætti tekst okkur að búa til raunsanna mynd af sögunni sem hjálpar okkur til þess að átt okkur á því að fjölbreytni og frelsi og ólík sjónarhorn eru aðal öflugs samfélags. Mjög gott. Gagnrýnar ævisögur, þú hefur gefið út eina ævisögur sem var til að ævisaga í óþökk. Kári, aftur Kári, vinur minn Kári. Kári í Jötunmóð. Já, það var mjög mikið ævintýri og ætli ég segi ekki frekar frá því bara í endurminningum mínum ef ég rita þær einhvern tímann frekar en hér og nú. En staðan var þannig, já, að við lok síðustu aldar var íslensk erfðagreining á mikilli siglingu. Fyrirtæki sem Íslendingar upp til hópa dáðu og virtu. Hér átt að nota einstakt tækifæri til þess að, já, segjum það bara, mala gull úr erfðaefni Íslendinga og einangrun Íslendinga aldir hér og ættfræði áhuga okkar og frábærum sjúkraskrám. Blanda þessu öllu saman í gagnabanka sem kæmi okkur öllum að notum við það að finna lyf eða lækningar við hverskins sjúkdómum. Með líka þessa rokkstjörnu í fararbroddi. Með rokkstjörnuna Kára í fararbroddi sem heillaði fjárfesta í útlöndum og tókst með elju sinni og dugnaði að gera þetta fyrirtæki að leiðandi fyrirtæki í þessum geira og allt gott það að segja. Nema hvað, vini mínir og kunningjar í heimi bókaútgáfu fá þá hugmynd að skrifa stutta og saklausa bók íslenska erfðagreiningu og Kára Stefánsson. Og ég sá þarna tækifæri til þess að gera eitthvað spennandi meðfram námi sem ég var að hefja, doktorsnámi í sögu út á Englandi og stökk til. Vannmat algerlega hversu mikinn tíma þetta myndi taka og bókin ber þess vissulega merki. Ég hefði þurft að geta varið miklu meiri tíma í að skrifa hana en hún enga síður ágætis heimild finnst mér aðdraganda þessa fyrirtæki svo fyrstu árin og leið Kára Stefánsson sjálfan. Nú tala ég ekki fyrir munn Kára og hann fullfær við það sjálfur. En ég gef mér og þykist vita að hann hafi óttast að reynt yrði með einhverjum hætti að varpa rýrð á hann og fólki sem inni með honum. Þannig að hann kunni mér litla þakkir fyrir að skrifa þessa bók í hans óþökk eins og það var orðað. Hann ráðlaði mér þess að fólki að tala ekki við þig? Já, hann gerði það og hérna bar þá hag fyrirtækisins og málefnisins fyrir brjósti og þannig það nú bara. Ég ekkert að erfeta við hann og hann ekki heldur að erfeta við mig, skal ég segja. Við höfum átt gott samband síðan við Kári og þurftu það að grafa stríðsöksina? Ég skal bara segja þá sögu. Eftir að bókin kom út var ég við nám út á Englandi og fekk þá símtal frá Kára þar sem hann sagði eitthvað á þá leið að það væri ekkert vit í því að við tveir værum að rífast, að deila og bauð mér í kvöldverð og fór vel með okkur þar í Lundúnum og síðan hafa leiðið okkar leigið saman öðru hvoru, nú síðast í faraldrinum sem við höfum verið að glíma við undanfarnar vikur og mánuði og Kári náttúrulega sýndi í verki núna hvers hann megnugur. Það var ekkert sjálf gefið að fyrirtækið sem hann veitir forstöðu hér á landi stígi eins dyggilega inn í atburðarásina og kæmað eins miklu gagni og raunbar vitni. Þannig að Kári á mikið hróskilið og leiði mér bara að nefna þá af því að þríeykið svonefnda var sæmt riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu núna 17. júní að Kári var áður búinn að fá riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu
og af þeim sökum þykist ég vita að orðunefnd hafi ekki talið þörf á því að kalla hann til leiks aftur, en hefði það ekki verið raunin, þá hefði hann væntanlega verið í þeim hópi. Já, hann hefði verið, þetta hefði verið 3 pluss Kári. Sko, Helgi Björns og fleiri, það voru 14 einstaklingar sem voru sæmdir Falkorðunni, en nú ég hugsa í svona ef og hefði, sem nú annar meiður sögunar sem ég hef gaman af, en já, við getum held ég slegið því föstu að hefði svo ekki verið raunin, þá hefði nú Kári komið sterklega til álita, en ef og hefði. Hvernig voru árun í Oxford? Þú ert að tala um það nám út í Englandi. Já, það er skemmtilega að svo mörguleiti, þó ekki vera nema fyrir þá sög að þar kynntust við Elísa og feldum hugið saman. Var ekki einhver rosa saga á bak við það? Hún hefur sagt á sögu, ég var í róðrarliði skóla míns, var nú engin róðrarkempa, en gat samt lagt mitt að mörkum þar og við þurftum að festa kaupa á nýjum báti, það sem sagt róið þarna og Anni Isis sem Thames á, en heiti þessu nafnið þarna, þetta eru miklir, já ég ætlaði nú að fara að segja snobbarar, en sem sagt þetta annað heiti yfir ána þegar hún rennur þarna Oxford og umhverfi, en nóðum það, já, við þurftum að kaupa okkur nýjan bát og þá var farið í fjáröflun og hún var þessi eðlis að við strákarnir í strákaliðinu og stelpurnar í stelpuliðinu bjöggum til svona plastkaffibotla og skrifum nöfnin okkar á og svo gastu keypt miða, skrifað og látið í bolla með nafninu þínu og borgað fyrir þetta smá pening og svo drómaður úr bollanu sem mínum bolla sem sé, nafn eða miða með einhverju nafni og þá var ég að fara með þá mennesku út að borða og ég dró nafn Elísu og eitt leiddi af öðru. Þannig að svona eina nafni í bollanum eða voru fleiri þarna? Já, það voru einhver fleiri, já. En hún keypti 10 miða og lét 8 í minn bolla. Nú, já, okay. En þetta líka góð af því að sko, tölum að þessu sagnfræði og vægi tilviljana í sögunni. Gefum okkur þá að sem sé ég hefði dregið eitthvað annað nafn upp úr þessum bolla. Væri það þá raunin að einhver önnur manneskja væri mér við hlið hér á Bessastöðum núna eða hefðum við orðið ástfangin hvort sem eða eitthvað svona. Þetta svona ágætis dæmi það, hvernig tilviljanir geta skipt máli í sögunni og mitt forsetakjör reyndar annað dæmi það, því að það var alls ekkert augljóst eða líklegt á nokkurn hátt í ársbyrjun 2016 til dæmis að ég því forsetakjöri, hvað þá að ég hefði erindið sem erfiði. Já, maður það náttúrulega bara sína auðmýkt gagnvart lífinu þegar maður pælir í svona tilviljunum, maður verður átt að segja því að maður ekkert við stjórn á öllu þessu, eins og þú rekur punktana aftur á bak í þínu lífi, bara einmitt þetta, það hefur dreigið eitthvað annað, bara hvernig líf þetta hefði farið, sko. Já, og leiðum mér að tala á alvarlegum nótum hér, af því að ég búin að vera að tala svo mikið lýðheilsu og mikið vel þess að huga að heilsunni. Pabbi heitinn hugsaði vel sína heilsu og hann rúmlega 40 þegar hann veikist að krabbameini og er fallin frá stuttu eftir það. Það segir okkur það að við eigum að hugsa vel okkur, við eigum að njóta hvers dags en leið verðum við átt okkur á því að við erum ekki eingöngu okkar eigin gæfu smiðir. Allt getur gerst og þess vegna finnst mér svo brýnt að við náum að tilengur það sjónamið að njóta hvers dags. Ég með hér á armband á úlnliðnum 2 armbönd, annars vegar regnbogabandið sem minnir mig á mikilvægi frelsis og fjölbreytni og víðsýni og umburðarlyndis og skilnings í samfélaginu. Fékk að gjöf í aðdraganda gleðigöngunar 2016 og ber þetta með stolti hvar sem og hvenar sem og hika ekki við að láta á því bera. En hins vegar svo armband frá Krafti þar sem stendur lífið núna. Og hvað þýðir þetta? Lífið núna. Þýðir þetta að við búum bara og lifum í núinu eingöngu? Að við eigum ekkert að huga að framtíðinni, ekkert að læra af liðinni tíð? Nei, auðvitað ekki. Við eigum að njóta þess að við
búum að ákveðinni reynslu, við eigum að taka það úr okkar bakgrunni og okkar reynslu heimi og okkar samfélagi sem við teljum efla okkur þegar við horfum fram á veg. Þannig við eigum ekki bara að vera í núinu, en leið eigum við að gera okkur grein fyrir því að við ráðum ekki öllu okkar framtíð. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skautið sér. Og það kannski það fallega við framtíðina. Við vitum ekki hvað gerist. Ég veit ekki með fullri vissu hvað gerist á eftir, nema það að ég þarf að rjúka á annar stað núna þegar þessu viðtali lýkur. Svo kemst ég vonandi heim, næja að knúsa börnin og konuna og njóta þess sem eftir dagsins, leggjast í hvílu og hugsa þetta var góður dagur, ég hlakka til næsta dags. Og hvað dýrmætara en það? Hvað dýrmætara en það að geta sagt þetta tvennt? Að geta hlakka til næsta dags og litið öxl og sagt við sjálfan sig og aðra, þetta var góður dagur. Þetta bara, þetta á að vera okkar leiðarljós, en leið hafa þessa auðmýkt gagnvart því að við ráðum ekki ein okkar örlögum, en reynum samt að móta þau eftir bestu getu. Má ég spyrja, hafði það áhrif, hvað ertu gamall þegar þú missir pappaði? Ég var á 15. ári. Þannig þarna ertu að fara í MR eða ekki? Jú, ég byrjaði bara haustið eftir sko. Pappi lést vorið 83 og ég hef mína skólagöngu í MR þá vorið. Nei, þá haustið fyrir ekki. Tengist þetta eitthvað því að þú sett að missa fæturna þarna í fótana undan þér í... Ég skal ekki segja. Ég hef alltaf verið frekar lítið fyrir að tjá mig eigin tilfinningar og ef ég byrja á því þá ger ég það ekki í beinni útsendingu, en allt mótar okkur og blessunarlega bjó ég nú að því að móðir minn var mikil stoð og stytta og kom fjölskyldunni, okkur strákunum 3 og sjálfur sér í gegnum þetta með óbilandi sálarstyrk og dugnaði og samviskusemi og lífsvilja, þannig að ég get með sanni sagt að allt sem ég hef afrekað get ég þakkað móður minni og föður, en svo allt sem hefur miðurfarið, ég ber ábyrgð á því, ekki þau. Það ákveðin hógværið því? Já, hógværð, tölum Íslands samfélag í heild sinni, við eigum að efla með okkur, finnst mér, heilbrigt sjálfstraust. Við eigum að geta sagt við okkur sjálf og aðra, það nánast kraftaverki líkast, að við getum haldið úti hér einu öflugasta samfélagi veraldar. En leið eigum við ekki að vera að hugsa daginn út og inn, hvað við erum stórkostlega frábær. Dramb falli næst. Þetta málsáttur úr Biblíunni, sem mér finnst gott að vitna til og hafa í huga, þótt ég sé ekki teljist seint kirkjurækin maður, þá þetta leiðarljós sem ég tel að geta okkur orðið öllum gott að eiga. Og sáum þetta mjög vel í aðdraganda hrunsins, bankarhrunsins. Árin þar á undan einkendust af ofmikilli bjartsýni, og ofmikil bjartsýni bara annað orð yfir dramb. Og við mistum aðeins sýnar á því að raunsæi skiptir máli og að sígandi lukka best. Og vonandi lærðum við þennan lærdóm svo vel að við föllum ekki í sömu gryfju aftur. Og ég held einmitt að þessi hlutverk forseta að stuðla því að berja í viðvöruna bjöllundar ef svo ber undir. Þú talar að þú hefur ekki verið góður í að tala tilfinningar, en hún Halla Tómasdóttir var hjá mér í spjalli í fyrra. Já. Og mér fannst svolítið gaman að heyra hana opna það, hún færði náttúrulega þarna í forsetaframbúð, líkt og þú 2016, og hún opnaði sér svolítið það sem kallað á ensku imposter syndrome, sem í rauninni það að líða eins og maður ekki heima í þeirri stöðu sem maður að bjóða kost á sér í og í rauninni bara svona efasemdir sjálfan sig. Þú sem sitjandi forseti og nú ertu náttúrulega að bjóða fram aftur, þetta eitthvað sem þú tengi við? Læðist þessi spurning eitthvað tímann? Já og nei. Ég held að það sé öllum til góðs í stöðu að því tægis ég gegni að hafa
einhverjar efasemdir, nú ég að hugsa upp átt nánast með þér og veit ekki alveg hvort efasemd rétt orðið, en auðmýkt gagnvart starfinu og leið og sáu það sú sem gegnir þessu embætti fyrir að telja að maður geri allt rétt alla tíð og allir sem gagnrýna mann séu kjánar og vitleysingar, þá maður komin út á hálan ís. Ég tel að maður verði að rækta með sér þvílíkt og slíkt hugarfar að enginn fullkominn og það komi manni til góða sérstaklega á þessum stað og ég hefði nú gaman að því að hlusta á þetta samtal ykkar Höllu og hún stóð sig virkilega vel í þessu framboði og sýndi þá einmitt seglu því að lengi vel 2016 naut hún lítils fylgis en fékk svo byr í seglin heldur betur og hefur síðan með störfum sínum ytra fyrir The B-Team eins og það heitir vakið verðskuldaða athygli og það einmitt það sem ég rifji upp núna með þér að var ánægjulegt í því framboði, þetta skiptust á skin og skúrir þá mánuði hjá okkur öllum en við Halla náðum ágætlega saman við Andri Snær líka og þegar frá líður þá heldum við bara í góðu minningarnar. Einmitt. Hvort þetta spenntari fyrir föstudeginum eða laugardeginum? Já, ég læt hverjum degi næja sína þjáningu. Ég hef notið þess í embætti öll þessi 4 ár að fólk hefur stutt mig til góðra verka. Ég hef fundið það bæði sjálfur og með þeim mælikvörðum sem hægt að styðast við að hérna fólk kann að meta það sem ég hef verið að gera á Bessastöðum og í þessu embætti og ekki síður hef ég fundið það núna síðustu dag og vikur þannig að ég hlakka til og þykir væntum að taka þátt í þessari lýðræðislegu hátíð. Það nefnilega ekki sjálf gefið í þessum heimi að við fáum að kjósa okkur þjóðhöfðingja. Við þurfum ekki að kafa djúpt í heimsmálin til þess að átta okkur á því að sú raunin. Getur aðeins að fara dýpra í það? Er það svo? Já, ég meina ég þekki ekkert annað. Já, þú þekkir ekkert annað hér og þess eru vissulega dæmi út í heimi að fólk hefur ekki kost á því að kjósa sér eigin þjóðhöfðingja og við eigum þess vegna að halda í þennan rétt og þess vegna þykir mér brýnt að allir fari á kjörstað og kjördagur 27. júní á laugardaginn en vilji menn hafa þann dag frían sumir eru útskrifast aðrir ætla kannski upp í sveit svo eru kannski einhverjir sem vilja forðast það að verði ís og þís á kjörstað þá getur fólk kosið utan kjörfundar hér á höfuðborgarsvæðinu þá hægt að halda í Smáralindina það eru 2 kjörstaðir þar á fyrstu og annarri hæð eða í stúkunni undir Laugardalsvelli og það getur verið góðu kostur Elísa fór í morgun og kaus og kjörsókn utan kjörfundar hefur verið með miklum ágætum og þetta okkar lýðræðislegi réttur og ég hvet, fyrsta lagi alla til þess að kjósa, því að ef þú kýst ekki þá ert að segja ég ætla bara að láta aðra það hvernig þetta fer og ef þú kýst ekki þá ertu að segja að þú ætlir ekkert að hérna láta þín áhrif koma fram í samfélaginu og mér finnst líka mikilvægt að við sýnum sjálfum okkur og jafnvel öðrum líka að við kunnum að meta þennan rétt okkar í lýðræðislegu samfélagi kjörsókn hér á Íslandi hefur verið
mun hærri en gengur að gerist víðast í Evrópu og við eigum að halda í það finnst mér. Kemur svona Íslendingskapp í okkur. Reynum nú að sýna okkur sjálfum og öðrum að við erum best í þessu. Einmitt, mjög gott. Herðu Gunni, ég bara ætla að fá óskar fyrirfram til hamingju með afmælið á hann 27. Já, þakka þér fyrir. Og gangi þér vel allt í haginn hann 27. Þakka þér sömuleiðis og takk fyrir þetta skemmtilega spjalli, það er virkilega gaman að þessu. Það ekki bara, sjáumst ekki bara eftir 4 ár eða? Já, miðað við það sem ég var að segja, þá getum við ekki gengið en einu sem vísu í þeim efnum, en njótum dagsins. Njótum dagsins, gerum það. Gunni, já, takk hjá. Takk sömuleiðis, bless.